að svona búa til eitthvað birtu í lífi hjá fólki, sko. Að það sjá ekki bara svart þegar það heyrir þetta, þú veist, að það einhvern veginn viti og sjái að það sé, þú veist, hægt að gera ýmislegt. Ég heiti Sigríður Thorlacius og ég er söngkona. Tenging mín við krabbamein er svo sem í stuttu máli sú að ég er yngst 5 systra og 2 úr mínum systrahópi hafa farið úr krabbameini, fengu heilaæxli og létust með 4 ára millibili. Þetta var rosa skrítið tímabil auðvitað, sko langt, eldri systir mín, hún var búin að vera veik svolítið lengi og svo þegar hún lést, þá svona fer í ganga ákveðið svona ferli þar sem fólk reynir að hlúa hvert öðru og sjálfur sér og svona og það er kannski svona mín upplifun að það hafi svona verið að skríða saman þegar að síðan hin systir mín greinist, sko, 3 árum seinna. Og hún var bara veik í ár, hún bara stutt að baráttu, já, lést þarna í sumarbyrjun 2014. Það var svo skrítið, ég bara áttaði maður daginn, minnst þess að við hefum einhvern veginn ekki notað orðið krabbamein. Það fengu heilaæxli og við notuðum það. Og ég svona velti fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn út af því að þetta hafi verið eitthvað svo rosalega stórt orð og erfitt að segja. Sko það er rosalega hræðsla gagnvart öllu, myndi ég segja, í mínu lífi og kannski mínu fólki, þú veist, það er ýmislegt svona bara sem tengist höfðinu, þú veist, ég á það alveg til að dramatísera það mjög að ég fæ hausverk, sko. Ég er að reyna að passa mig á því. Partur af því er þá líka bara, í mínu tilfelli, þú veist, að taka þátt í einhverju starfi og ég óska þess að, þú veist, að það sé hægt að nota mína fjármuni og annarra í rannsóknir og að hlúa öðru fólki og bara einhvern veginn gera sem mest. Ég treysti því bara að Krabbameinsfélagið bara viti hvað það þurfi mikið af peningum í, þú veist, fræðslu og eitthvað í rannsóknir og bara til að hjálpa til, sko. Þannig ég styð þetta bara glöð.